Kjarni jarðarinnar er innsti hluti jarðarinnar. Ef við teiknum jörðina svona, nokkurn veginn kúla, þá er innsti hlutin kjarnin. Innsti hlutin skiptist, eða kjarnin skiptist í tvennt. Það er innri kjarni og svo ytri kjarni. Innri kjarnin er talin vera úr föstu efni, aðallega járni og nikkeli, en ytri kjarnin er hins vegar bráðin. Og innri kjarnin hann snýst sem skapar segulsviðið í kringum jörðina. Innri kjarnin er 7000 gráðu heitur. Hann er samt úr föstu efni, hann bráðnar ekki út af þrýstingnum sem er þarna. Innri kjarnin er cirka bát 1200 kílómetra þykkur, það er að segja vegalengdin í gegn. En ytri kjarnin, hann er cirka á 2900 til 5200 kílómetra dýpi, það er að segja 2900 kílómetrar hér yfir í 5200, jörðin er cirka 6700 kílómetrar hérna allt í gegn. Við vitum að þetta er svona, svo kemur möttullin og svo jarðskorpan, möttullin er bráðin líka, af því að við vitum að þetta er svona í meginatriðum vegna þess að jarðskjálftabylgjur, eða verður jarðskjálfti einhvers staðar, til dæmis hér, þá fara jarðskjálftabylgjur í gegnum jörðina og mismunandi jarðskjálftabylgjur hegða sér mismunandi eftir því hvort þær fara í gegnum vökva eða sem sagt fljótandi hluti eða fasta hluti. Og sumar jarðskjálftabylgjur fara alls ekkert í gegnum möttulinn eða innri kjarnan á meðan aðrar gera það af því að þetta er fljótandi. Og þar af leiðandi getum við raðað þessu svolítið saman því að við höfum aldrei borað eða farið í eitthvað í átt að miðju jarðar.